Þorgerður, það mikið í gangi í varnarmálunum og Keflavíkurflugvöllur hérna í okkar nágrenni. Geturðu sagt okkur í svona stuttu máli, þú veist, hvað eru svona helstu breytingarnar þessar myndir? Já, við erum einfaldlega að fara yfir alla þessa þætti en ríkisstjórnin mun náttúrulega og er að móta núna öryggis- og varnarstefnu og náttúrulega þungaviktin í því meðal annars völlurinn og varnarliðssvæði sem er á ábyrgð utanríkisráðuneytisins. Við þurfum að standa við okkar skuldbindingar, við þurfum að skoða alla okkar innviði hér og í samhengi og í miklu samstarfi meðal annars við Landhelgisgæsluna sem við höfum átt í mjög góðu samstarfi við, lögreglu og svo framvegis. Þannig að það eru miklar áskorunir fyrir þetta svæði hér á Suðurnesjunum þegar kemur á varnarmálunum og þetta svona okkar helsta útstöð eins og fólk veit þegar kemur að öryggi og vörnum okkar allra. Geturðu sagt okkur eitthvað aðeins nákvæmar, þú veist, hvað verið að horfa á eitthvað frekari uppbyggingu í húsnæðismálum og frekari svona stærri framkvæmdum, eitthvað með, eitthvað fleira? Já, ég gerir ráð fyrir því að við eigum eftir að sjá enn frekari uppbyggingu hérna. Ég held að það liggur nú í hlutarins eðli að af slíku verði, en við þurfum líka að gera þetta eftir okkar sjálfstæða mat á því hverju við þurfum að halda öryggi og vörnum hér. Réttilega á fundi til að mynda með sveitarfélögunum áðan var talað viðbótar flugbraut og það bæði fyrir öryggi landsmanna en líka til þess að ýta undir enn frekari þjónustu við NATO. Það náttúrulega stórkostlegt að koma upp á völl og hitta flugsveitirnar eða kábátaleitar sveitirnar hér sem eru ótrúlega þakkláta fyrir þessa öflugu aðstöðu og miklu þjónustu sem er verið að inna af hendi meðal annars að hálfu Landhelgisgæslunnar. Þannig að það margt að vera, en við þurfum að kortleggja, við þurfum að ákveða okkar stefnu og það sem við vitum að við þurfum að standa við okkar skuldbindingar þegar kemur að NATO, að við þurfum að standa ekki bara við okkar skuldbindingar gagnvart þeim, heldur líka gagnvart öryggi borgarana og við þurfum að efla innviði allt land þegar kemur að öryggi og vörnum okkar allra. Kemur uppbygging Landhelgisgæslunnar varðandi skipin í Njarðvíkina á þitt borð? Þau eru formlega auðvitað hjá dómsmálaráðherra og ég veit að hún að fara að hitta bæði sveitarfélögin hér á Suðurnesjunum út af því og í mjög góðum samskiptum við Landhelgisgæsluna, en þetta auðvitað hluti af því sem þarf að meta og í svona heildstæðri nálgun að vörnum og öryggi landsins og okkur vantar stefnu í öryggis- og varnarmálum, heildstæða stefnu ekki síst með tilliti til þeirra gríðarlega breyttu aðstæðna sem eru núna og við þurfum að sjá líka hvernig meðal annars samtölum okkar bæði við NATO-ríkin og ekki síst Bandaríkin, hvernig þau þróast síðan áfram. Við eigum mikið undir og Bandaríkin líka, við erum hluti af þeirra öryggissvæði líka, þannig að það eru gagnkvæmir hagsmunir við því að hér verði komið á enn frekar öflugu skipulagi og skynsemi til skemmri og lengri tíma. Í fáum orðum getur við sagt að það sé veruleg uppbygging meiri framöndan? Það allavega ljóst að við þurfum á verulegu uppbyggingu að halda þegar kemur að öryggis- og vörnum landsins. Hér á Keflavíkurflugvelli? Já, Suðurnesin leika hér algjörlega lykil hlutverki. Það er ekki spurning mínum huga. Við þurfum bara að samþætta þetta við okkar hælustu stofnanir þannig að það sé, ef eitthvað kemur upp á, þá það bara eitt herbyggi með öllum saman inn í herbygginu sem geta farið í það að verja okkur öll. Þannig að þessi vinna þarf að ganga nokkuð rætt eða ekki, með stöðuna? Já, hún þarf að gera það og ég hafði boðað þessa stefnu í október, nóvember og mér sýnist á öllu að við þurfum að hraða henni en það líka mjög margt sem tilbúið og mér finnst líka mjög dýrmætt að finna það að það ekki bara stofnanirnar sem tilbúnar í þetta, þessar mikilvægu stofnanir, lögreglan, Landhelgisgæslan og allt það, heldur líka sveitarfélögin hér á Suðurnesjunum og það fann maður á þessari dýnamík hér áðan á fundinum.